Erum við þá bara í mynd kannski? Nei. Núna það komið. Ok. Sættu elsku. Kúk. Þetta komið? Erum við í mynd? Við brúsum bara. Sjáum hvernig hljóðið er. Er það ekki hérna? Ok þá. Ætlar að byrja á því að banka. Leið og Kristín Marja gefur okkur þumalinu. Prófaðu bara brandarann. Bank, bank. Hver er þar? Ég. Ég hver? Ég ætla að gera trölladeig. Aha. Herðu, velkomin í starfsdagsmiðju frá Kvikun í dag. Ég heiti Sunna. Og ég heiti Una. Og við ætlum að gera með ykkur trölladeig. Já. Yfirleitt erum við með smiðju í Kvikunni. Já, en það er of mikið vesen út af COVID. COVID er að stríða okkur. Það hafa verið alveg svona 100 manns undanfarið. Já. Þannig að við gátum ekki haft svo marga í Kvikunni svo við ákváðum að hafa streymi. Já. Eigum við að segja fólki hvað það þarf að hafa tilbúið ef það vill gera trölladeig? Já. Maður þarf 200 grömm salt. Já, heilmikið af salti. 200 grömm. 250 af hveiti. 350 sjóðandi vatn. Og svo þarf maður 2 teskeiðar af matarolíu, þannig að það er best að finna sér mæliskeiðar, 2 skálar helst, eina til að vigta í og eina til að hræra saman, vikt, Já. og svo hveiti, salt, olíu og sjóðandi heitt vatn. Já. Eigum við að ná bara í vatnið okkar að byrja eða? Já, já. Það er sjóðandi heitt, þannig að ég ætla að sækja það. Já. Við gerðum nokkra tilraunir í gær og þá sáum við að það er alveg hægt að gera þetta með vatni sem er ekki sjóðandi heitt en það blandaðist ekki eins vel, þannig að ef þið er ekki með eitthvað fullorðinn þá myndi ég segja notið bara rosa heitt vatn úr krananum en ef það er eitthvað fullorðinn hjá okkur þá er betra að vera með sjóðandi heitt vatn og ég ætla að byrja á því að vigta hérna 350 grömm af sjóðandi heitu vatni. Ég ætla eiginlega bara að gera það beint í þessa skál, setja skálina ofan á og núllstilli hérna og svo fer ég upp í 350. Það ætla að láta mig vita þegar þetta er komið. Aðeins svo mikið. Já, en... Gerir það eitthvað til? Nei. Nei, eiginlega ekki. Ok, ég ætla að setja þetta hér. Ég myndi ekki gera það ef ég verið heima að setja sjóðandi heitt vatn á gólfið. Það væri hættulegt. Svo ætla ég að núllstilla aftur og ég ætla að setja saltið út í heita vatnið svo að það leysist upp. Ætla þú svo að hræra svolítið fyrir mig? Já. Það er nú frábært. 200 af salti. Það er ógeðslega mikið. Það er alveg hálfur saltstökurinn eða eitthvað. Svo leikur þetta hægt og rólega. Já. Ég var að segja aftur tölurnar. Hvað á að setja mikið af hverju? Hvað á að setja mikið vatn? 350 vatn. Já. 200 salt. Já. Og 1 teskeið tvær teskeiðar matarolía. Og svo 250 af hveiti. En fyrst ætlum við að blanda, þú ætlar að hræra nokkrum sinnum. Þannig að við náum að leysa svona allavega hluta saltinu upp í þessu vel heita vatni, sko. Og ég er hérna með teskeið og ég ætla að mæla 2 teskeiðar olíu út í núna. Ó nei, aðeins svo mikið. Og bara aðeins minna næst. Ok, þetta er komið í gær þegar við vorum að prófa. Hvernig gekk okkur þá, Una Björn? Ekki alltof vel. Ekkert alltof vel. Þá vorum við að prófa uppskriftinni í fyrsta skipti og þá vissum við ekki að það borgaði sig að hræra vatninu og saltinu og ekki hveitinu strax.
Þannig að þá var bara allt í svona klumpum af hveiti í deiginu. Já. Og hlutföllin voru aðeins öðruvísi, þannig að það var alltaf blautt líka. Já. En nú erum við búin að læra aðeins af þessu. Þannig að nú erum við 350 grömm af vatni og 200 af salti, 2 teskeið olíu. Svo þetta er nú þetta er alveg að verða nóg. Já, þá set ég hreina skál á viktina og stilla aftur á 0 og ég ætla að vikta 250 grömm af hveiti. Já, og ég held áfram að hræra. Já, gott að geta gert þetta saman sko. Kannski einhverja vinkonur að horfa á okkur eða einhverju foreldrar og krakkar. Þetta er of mikið. Nei, 250. Ó, já. Úpsi. Hérst það ætti að vera 200. Já, ég glemdi mig. Já, við breyttum uppskriftina því hún virkaði ekki rétt í gær sko. Herðu, svo byrjum við að hræra þessu en vatnið er ennþá mjög heitt. Þannig að við ætlum ekki að nota hendurnar strax. Ég ætla að setja svona kannski helmingin af hveitinu og við ætlum að hræra og hræra. Og sjá hvort það leysist ekki svona nokkurn veginn upp. Nokkurn veginn. Nú hræra aðeins inn í miðjuna líka. Ok, ég ætla að setja aðeins meira á. Svo verður þetta alltaf stífar og stífar. Þetta verður alveg svolítið stíft deg í restina. Svona kannski eins og pizzadeg eða eitthvað. Tegist bara kannski ekki alveg jafnvel. Ok. Aðeins meira. Á ég svo að taka við? Já, takk. Já, þið takkið eftir, við glemdum að tala um það, við erum í hönskum. Af því það er ótrúlega mikið salt í þessu degi þannig að mann svíður dálítið í hendurnar. Já. Það svíður undan saltinu ef maður er ekki í hönskum. Þannig að það er ágætt. Annarkvort að nota bara áhöldin eins mikið og maður getur og hlaupa svo bara þvo sér inn á milli eða þá vera í svona gúmmíhönskum. Já. Heldur það ekki margir svona eftir COVID? Jú. Jú, það er heldur margir sko. Svo já, eftir þurfa að hnoða deigið vel og vandlega. Já. Af hverju skiptir það máli? Svo við getum gert formin. Já. Og ef maður er ekki búinn að hnoða vel og það er fullt af sprungum í, Já. þá bakast sprungunar líka Já. og þær fara ekki úr. Nei. Heyrðu, þetta er ekki nóg hveiti. Ég ætla strax að setja meira hveiti Já. og hnoða. Svo ég skiptu þessu á eftir í helming. Við hnoðum sikkurinn helmingin. Bara setja dálítið vel af hveiti hérna út í þetta Já, og smá og höldum áfram að hnoða. borðið eftir kannski. Já. Þú segir mér hana brandara. Bank, bank. Hver er þar? Ég Hver? elska þig. Ó, ég elska þig líka. Þú ert svo mikið dúlla. Heyrðu, þetta er ennþá eins og ég segi mjög heitt, þannig að ef ég væri ekki í hönskum og ef ég væri ekki vön að koma við mjög heitt, þá myndi ég ekki vilja vera að hnoða þetta. Það er alveg hægt, held ég, að setja þetta í hrærivél og hnoða þannig líka, sko. Eða bara leyfa þessu smá að kólna, nota áhöldin. Já. Og þetta er alveg að verða eins og við viljum hafa það, en þetta er ekki alveg orðið þannig. Allavega, fólkið heima getur dundað sig við þetta af því við vorum búin að svindla og gera annað deg. Og þá ekki bara sækja það. Já. Gjör svo vel. Ætlar þú að byrja að búa eitthvað til fyrir okkur, sýna okkur hvað þú getur gert. Heyrðu. Við gerum tilraun með það í gær líka, það ekki? Já. En ef þú ert nefnilega heima, þá þarftu að vera að hnoða þetta. En við erum nú þegar búin að hnoða þetta. Já. Sorry. Og ég þarf kökukeflið. Já. Ég ætla rétt að ná í það. Náðu kökukeflið. Og ég ætla að fletja út deigið. Jáps. Til þess að geta gert eitthvað flatt eða eitthvað öðruvísi. Já. Við erum sérst að búa til trölladeg af því að það er svo frábært til þess að búa til jólaskraut til dæmis. Já. Oft fyrir jólinn þá reynum við að búa eitthvað til í jólagjafir handa og afa, langum og langafa, sumum frængum og eitthvað svona. Já. Á Trölladegi er fínt síðasta í það. ári þá gerum við tósuengla með Já. málingu og Stimpluðum, fótunum okkar. já, stimpluðum tærna með hvítri málingu til að gera engla. Já. Við hefum líka stimplað tásur og gert hreindýr. Já.
og í mörgæsir. Já. En svo hérna, eins og degið var í gær, þá var það allt of blautt, þá gátum við ekki rúlað því út. Já. En núna vitum við að maður hnúðar bara meira hveiti við ef það er blautt. Þannig að verði svolítið mátulegt og límist ekkert allt úr fastu borði. Já. Er það ekki? Ok, svona. Og nýja degið orðið alveg fínt, það er alveg vel heitt. Og ef maður ætlar að geyma það, þá verður maður að geyma það í kannski bara plastpoka sem er alveg lokaður eða svona skál með plasti alveg yfir öllu eða loki alveg á. Já. Og núna ég ætla að skera út form. Já, gerðu það. Áðan þá var ég að gera þetta. Og ég ætla bara að sýna ykkur. Takið formið ykkar ef þið viljið gera form. Verið búin að fletja þetta nógu vel og svo setið í og hristið smá. Og gerið kannski 3 svona eða eins margar og þið viljið. Ég ætla bara að gera 3. Svo tekur maður hitt degið í burtu og maður þarf eiginlega sköfu til að tjekka hvort þetta nefnilega festist eða ekki. Það er mjög snjallt. Það er mjög snjallt. Það væri líka alveg hægt að gera gat í þetta, þá getur maður hengt þetta annarkvort á pakka eða á jólatrí. Já. Sjáðu. Þetta er mjög glæsilegt. Svona lítur þetta út. Núna ætla ég að gera engil. Á meðan þú ert að gera engil, þá ætla ég að sýna hérna litaðadegið. Sko, tilraunadegið af hvað sér í gær. Séu hvað, rennandi blautt, það er ekki hægt að nota þetta almennilega. En þá settum við matalit út í. Þá settum við hann leið og við settum olíun á vatnið. Já. Og degið var svona fallega grænt. En svo bökuðum við það. Og þá breyttist liturinn og varð svona. Þannig að eftir á held ég að sé ekkert vitlaust að mála þetta bara frekar með akrílmálingu heldur en að setja lit út í degið. Já. Sérstaklega hennan rauða, þú veist, græni er kannski alveg fínn, en hérna þessi rauði verður svona svolítið ljósari heldur en ég myndi óska. Já. En þá við náðum því degi aðeins þurrara og það er svona. Já. En svo lentum við aftur í vandræðum í gær þegar við vorum að baka. Og það ekki hérna? Já, sumt datt og ég brotnaði. Sko, þetta fór inn í ofnin sem svona snjúkall á 3 hæðum. Já. Og svo lá hann bara allt í einu í klessu svona, alltaf mikið bakaður og allir sprunginn. Já. Og við erum búin að vera að skoða hvað geti hafa verið orðið til þess að þetta fór svona. Og við vitum núna 2 mistök sem að þið getið forðast af því að við erum búin að gera það fyrir ykkur. Að, sko, númer 1, ekki setja blástur á ofnin og númer 2, að hafa hitann lægri. Það stóð sko 175 á blástur í uppskriftinni sem var bara algjört bull. Af því maður vill þetta þotni jafnt og þétt. Þú veist, það þotnaði fyrst utan á og svo þegar það byrjaði að þotna innan í þá bara sprakk þetta út. Já. Maður vill það náttúrulega ekki, þá verður þetta alltaf ónýtt. Núna ætla ég að gera 2 engla með þessu formi. Já. Eins og ég sagði áðan, þeim megi nota hvaða form sem er. Akkurat. En þegar maður stillir ofnin, þá getur maður þurft að hafa eitthvað fullorðin hjá sér til að sjá að taka úr og setja í. Þetta tekur mjög langan tíma inn í ofninum, maður ætlar ekki að setja blástur, heldur undir og yfirhita og bara svona 150-160 gráður. Og ef maður bakar eitthvað svona eins og snjókall sem er svona stórt og þykkt, þá þarf það kannski að vera í 2 klukkutíma inn í ofni. En ef maður er að gera svona pakkaskraut eða eitthvað svona flatt, að þá er nóg að það sé kannski svona klukkutíma. Og maður bæði sér að það breytir lit og maður sér hvað er þurft, allavega þeir sem eru fullorðnir og vanir að baka. Þannig að ég mæla alveg 100% með því að hafa eitthvað fullorðin ef þið ætla að baka. Og það má bara bíða ef þið eru ein heima. Þá getur bara gert degið, gert kallana og allt þetta og svo bara baka þegar eitthvað kemur. Það ekki? Já.
Ok. Ég ætla að sækja hérna fleiri hugmyndir og sýna ykkur. Ef maður vill gefa þetta sem jólagjöf, þá geti verið skemmtileg hugmynd að taka eins og svona stóra krukku, sjáu þið. Já. Þarna ég búin að setja smá kókosmjöl í. Það að setja meira. Og svo líka hægt að setja sykur annarkvort með í staðinn. Þá verður þetta svona eins og snjór. Svolítið gaman að blanda þessu því að þá kemur svona bæði svona púðursnjór og svona glimmer út af sykrinu. Þegar maður að fara að gera eitthvað flatt, þá þetta dálítið eins og maður að gera mömmukökur. Já, eða piparkökur. Já. Maður að passa sig þegar maður tekur upp, eða ekki? Já. Svo krumpist ekki. Bara mjög varlega með svona skafa upp einhvern veginn. En ef maður hefur ekki, þá notar maður bara eitthvað mjög mjóan hníf eða eitthvað mjög mjótt. Já, eitthvað mjög mjótt, svo maður krumpi ekki kökuna. Já, og farið hægt og rólega og gerir svona. Svona fram og tilbaka, hægt og rólega. Ég var að setja þennan ofbakaða snjókall ofan í glasið eins og átt að gera. Já. Þá fær að fara þetta með. Og Una Björt gerði þetta fína rauða jólatré. Hún gerir svona munstur í það með gafli áður en bökuðum það. Og hérna engill. Og ég ætla bara að setja hérna. Já. Núna ætla ég að sýna ykkur hvernig á að gera snjókall. Og ef að deigmanns svona í bútum, þá þarf maður að hnoða það aftur saman. Svo þetta detti ekki allt í sundur. Nákvæmlega. En séu, ég held að ömmur og afar gæti kannski bara verið svolítið glöð með svona jólaskraut í krukku. Svo setur maður bara lokið á og getur sett borða á þetta og eitthvað svona. Og þá þetta orðið bara svona fínt jólaskraut til að eiga. Já. Og svo líka eins og hérna nammistafið sem við gerðum í gær. Já. Það væri hægt að hengja þá á jólatréð, svona. Og ég gerði einn ansi stóran. Já. Þennan. Já. Þeir eru pínu krumpaðir og eitthvað hjá mér. Þeir voru líka bakaðir á svo mikla hita, en það þarf ekki að vera fullkomið til að vera fínt. Svo gerðum við eitt hjarta með gati í sem er hægt að hengja þá, setja band í gegnum og hengja á jólatré eða hengja utan á pakka sem svona skraut. Ég ætla núna að gera snjókall eins og þennan hérna sem ég gerði áðan. Maður þarf að taka nógu mikið trölladeig, þar maður að gera bolta. Já. Og 3 ekki jafn stóra. Ok. Nefnilega, og maður þarf eiginlega að fletja á smá, svo þeir detti ekki. Já, eins og gerist ekki. Já, fletja á svona. Svo ég gerði bara 2 minni. Og maður þarf að taka bara smá af sínu einn trölladegi og svo bara eitthvað svona lítið eins og ég hef hér. Bara setur niður og gerir lítið nef. Ég ætla að halda áfram að gera snjókallinn. Já. Og ég að útskýra kannski líka hvernig við gerðum nammistafina. Já. Þá vorum við náttúrulega með litadeig og það er hægt að gera það svoleiðis eða ekki. Gerðum við bara svona lengjur og rúluðum þær dálítið út. Já. Og það fara bara svona, það fyrir aðeins meira fannst mér að matarlit heldur en ef maður er að lita smjörkrem eða eitthvað þannig. Þannig að það fór alveg svona 1 matskeið í hálft deg sko af matarlit. En hvort sem maður er með 1 eða 2 liti, þá var fínt að gera 2 svona ræmur, snúa þær svo svona saman hérna og rúla þeim svo aftur. Þannig að þær verði svona einheild þó það sé svona rúla í þeim. Skal rúla aðeins meira líka. Já. Og svo bara formuðum við þær í jólastaf í þeirri stærð sem við vildum. Og þá fer það bara hérna á. Já. Núna er hausinn kominn. Já. Núna sjáðu litlar... Ponsulítið nebbi.
pingu lítið nef hérna. Og ég seti bara hérna framan á. Flott. Klest þessu svolítið vel á. Já. Já. Og Svo það má bara forma hann aftur þá. Já, Góð. svona. Já. Og Næs. þá hefur maður snjókall. Já. Heyrðu, og svo bara hægt að nota hugmyndaflugið. Það líka hægt að fara á netið og fá fleiri hugmyndir. Já. Sumir að stimpla eitthvað munstur í, til dæmis taka einhverja grein og stimpla í stjörnuna og baka svo. Já. Það ótrúlega fallegt ef það tekst vel og svo hægt náttúrulega að búa til alls konar mismunandi hluti og hjörtu og form og nota piparkökuformin sem eru kannski til einhvers staðar í skúfu. En ég held að við ætlum bara bráðum að fara að klára það. Við kannski endum á því aftur að fara yfir uppskriftina ef einhver á eftir að búa til degið sitt. Já. Og við En notum... má ég fyrst segja þér eitt brandara? Ó, ok. Bank, bank. Hver er þar? Ég Hver? mun hjálpa þér. Ó, þú varst búinn að hjálpa mér. Takk kærlega fyrir. Þetta er búið að vera mjög skemmtilegt. Já. Það var ekkert eins ræðilegt og við heldum að vera í sjónvarpinu. Já. Heyrðu, Ég var að gera hjarta. já, Þetta er þessi. það kannski að vera aðeins mýkra til þess að bakast fallega þessa. Já. Já. Allavegana, ég held við þurfum að fara að kveðja. Já. Að lokum, þá ætlum við að segja aftur uppskriftina. Við settum 350 grömm sjóðandi heitt vatn, 200 grömm salt, hrærðum því dálítið saman, þannig að saltið byrja að leysast svolítið upp. Settum svo 2 teskeiðar af matarolíu og svona 250 grömm af hveiti til að byrja með. Ekki allt í einu, heldur í svona 2 skömmtum og hræra vel á milli. Já. Og svo hnoðum við bara með helling af auka hveiti þangað til þetta verður svona máturlegt og festist ekki við. Og það er líka gott að Gott að vera í hönskum, já. gott að hnoða lengi. Og ef maður það er líka gott að skrifa niður uppskriftina Já, mjög gott. til þess að muna hana. Já, við þurfum að gera það. Já. Heyrðu, og svo ætlum við að stilla ofnin á svona 150 til 160 gráður undir og yfir, ekki á blástur. Já. Svo springi ekki allt og hrynji og skemmist. Já. Og eftir á hægt að gera alls konar, eins og að raða þessi krukku með kókosmjöli og búa til svona skraut. Gera Og mála. Mála. Gera göt í, hengja á pakka, hengja á jólatréð, gleðja og afa. Já. Það er líka hægt að gera eins og við vorum að tala með tásustimplun og eitthvað svona. Það er hægt að stimpla tásur og hendur í svona deg líka. Já. Það er líka sætt Eins og ég var bara að setja puttan minn í. Heyrðu, svo bara ætlum við að segja takk fyrir í dag og verið velkomin næst þegar við verðum með smiðju. Þá vonandi verður ekkert COVID-bras á okkur. Já. Og allir geta komið í kvikuna á starfsdegi í grunnskólanum. Já. Og endilega kíkið á jóladagskrána okkar inn á grindavík.is. Já. Sjáumst! Bye.